Góðan daginn, þá komum við að 4. kafla sem kynhlutverk og uppeldi og í þessum kafla fjallað hvernig viðhorf barna til kynhlutverka mótast, hver árangur langrar jafnréttisbaráttu á Íslandi, hvað hefur verið gert til þess að hafa áhrif á þróun jafnréttiskynjanna, hvernig birtist ójöfnuðurinn og hver staða íslenskra drengja á Íslandi og hún önnur heldur en staða stúlkna. Bleikt og blátt, kynjaskiptar fatadeildir verslana og kynjaskipt leikföng í leikfangaverslunum, mismunandi kynhlutverk. Hvað þetta? Hefur einhvern tímann spáð í því hvers svona fatadeildum fyrir ungbörn og líka leikfangadeildir leikfangabúðum alltaf skipt í stelp- og strákadeild. Strákadeildin full af bláum fötum, dóti sem hægt að handleika og hnoðast með, en stelpudeildin full af bleikum fötum, prinsessudóti og glingri. Það virðist líka frekar verið í lagi að stelpa hafa áhuga á fótbolta og tölvuleikjum, en það ekki töff þegar strákar hafa áhuga á balletti eða dúkkum. Og til dæmis ef við bara tölum boltana þá eru boltarnir strákamegin en ekki stelpumegin. Þetta svolítið athyglisvert ef við spáum í því. Árið 2016 gerði Tinna Ólafsdóttir samburðarrannsókn á 16 barnabókum sem voru gefnar út árið 1992 til 1995 og svo aftur 2013 til 2015. Allar bækurnar voru skoðaðar og orðræðugreindar út frá kenningum mótunarhyggjunnar. Það var verið að skoða munin á milli kynhlutverka þessara tveggja tímabila og niðurstöðurnar voru, sem kannski kemur ekkert óvart, að það var umtalsverðar breytingar á birtingamyndum kynhlutverka á þessu 23 ára tímabili og að hlutverkin voru mun hefðbundnari á fyrra tímabilinu 92 til 95 heldur en 2013 til 2015. Þá virtust, á fyrra tímabilinu virtust hefðbundin kynhlutverk vera ríkjandi en á seinna tímabilinu að þá var meira komin aukin jöfnuður milli kynjanna og hugmyndir ríkjandi kvenleika og karlmennsku voru ekki eins áberandi. Lög jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna voru sett í gildi árið 2000, 7. júní 2000 á Íslandi og það athyglisvert að þetta ekki fyrr en árið 2000, það bara 24 ár síðan. Markmið laganna að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Með lögunum voru þar með uppfyllt ákvæði EES-samningsins samræmingu og löggjöf aðildarríkjanna. Samkvæmt nýjustu lögunum frá árinu 2020 jafna stöðu kynjanna markmið laganna að koma í veg fyrir mismunun á grundvelli kyns og koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifæri á öllum sviðum samfélagsins. Þar stendur líka að allt fólk eigi að eiga jafna möguleika og njóta eigin krafta og þroska hæfileika sína óháð kyni. Og þegar verið að tala kyn í lögunum, þá átt við konur, karla og fólk með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá nema annars tekið fram. Vegna þess í dag getur fólk sjálft ákveði hvernig það skilgreinir sig með mismunandi og ólíkum persónufornöfnum. Og þá skulum við bara vinda okkur í þetta og það í fyrsta lagi kynferði, kyngervi og uppeldi. Kynýmynd barna mótuð 3 ára aldur. Kyn notað yfir líffræðilegt kyn viðkomandi og kyngervi notað yfir félagslega mótað kynhlutverk viðkomandi og þetta eru þær væntingar sem samfélagi gerir til kynjana. Í dag nefnilega spurning hvort að þessi einungis hægt að tala eða hvort það sé hægt að tala bara karlkyn og kvenkyn. Og þess vegna farið að tala kyn og kyngervi en það eru lykil hugtök hinsegin og kynjafræðana en þar þykir gagnlegt að greina á milli líffræðilega kynsins og félagslega mótaða kynsins sem kyngerfið. Og í því felst þá sú mótun og væntingar sem samfélagi gerir til karla og kvenna, þeirra verksviða sem hvort kyn talið geta eða eigi að tileinka sér og hvaða áhugamál og klæðaburður talið vera við hæfi hverju sinni. Það alveg ljóst að þau skilaboð sem karlar og konur fái hvað varðar stöðu, hlutverk og ásýnd geta verið mjög mótsagnakennd og þau geta líka tekið breytingum á mismunandi tímum og einnig á milli menningarsvæða. Þetta allt hlutir sem við verðum að hafa í huga. Kynhlutverk segir þá til hvernig þú hegða þér í samræmi við ríkjandi viðmið og gildi sem eru almennt viðurkennd fyrir hvort kyn, en kyn vísa til þess af hvaða kynið þú en kynhlutverk hefur félagslega skírskotun og vísar til karlmennsku og kvenleika. Kynhlutverk stýra lífið þín alla ævi en þau breytast með tíðarandanum. Nýjar hugmyndir og barátta fyrir auknu jafnræði hefur haft áhrif á kynhlutverkinu, þannig að þau ekki svona föst og óumbreytanleg heldur þróast samhliða félagslegum breytingum allan heim. Innræting kynhlutverka hefst strax upp við fæðingu
og hún á sér stað inn í heimilinu, í skólanum, í fjölmiðlum, bókum og netinu og víðar. Hún á sér alls staðar stað og þetta þessi hlutir stelpur eiga vera eða strákar eiga vera. Strákar gráta ekki. Stelpur eiga vera kvenlegar. Það þessi hlutir. Þetta það sem talað innræting kynhlutverka. Árið 2018 gerði Greta Björk Guðjónsdóttir rannsókn þróun kynjanna við starfsval og kyn virðist hafa mikil áhrif á starfsval. Strákar virðast frekar hafa kynjaðar hugmyndir starfsval heldur en stelpur. Og þess vegna mjög mikilvægt að þessi markviss náms- og starfsfræðsla mikilvæg alveg frá upphafi skólagönguna. Og það mikilvægt að gefa einstaklingu tækifæri til að þróa með sér áhuga á öllum sviðum og það sé í lagi að fara óhefðbundnar leiðir í námsvali frekar en að fylgja stöðlum samfélagsins. Og þetta mjög, mjög mikilvægt og mikilvægt fyrir samfélagið. Staða drengja á Íslandi að það búið að ræða hana mjög mikið og drengir virðast eiga undir högg að sækja víða í samfélaginu. Tryggvi Hjaltason gerði samantekt árið 2018 þar sem hann tók gerði tölfræðilega samantekt á stöðu íslenskra stráka og staða drengja gefur til kynna mikilvægi þess að skoða ólíka félagsmótun kynjanna og líðan kynjanna í íslenska skólakerfinu. Og hvort það var spurningin hvort við þurfum að miða skólastarfið enn frekar við ólíkar þarfir einstaklinga. Hann gerir síðan aðra könnun sem kemur út núna 2024 og í henni eru 3 meginniðurstöður. Það að menntakerfi virðist eiga erfitt með að veita drengjum stuðning og umhverfi sem mætir þeirra þörfum og sem stuðlar að bættri líðan ásamt virkni árangri. Drengjum leiðist frekar í námi og virðist þurfa skýran tilgang og fjölbreyttari áskoranir til þess að efla virkni þeirra og námsárangur. Og drengir þarfnast meiri tungumálastuðnings en þeir fá núna. Þetta eru þessar meginniðurstöður sem koma út í þessari skýrslu. Breytingar hafa verið mjög hægfara. Breytingar jafna stöðu kynjanna og annað. Til dæmis ef við tölum foreldra- og fæðingarorlof sem tóku fyrst gildi, ný lög tóku fyrst gildi árið 2000 en það búið að breyta þeim nokkrum sinnum. Og þessi lög auka líkurnar á því að fleiri feður annist börnin sín á fyrstu árunum og mæður njóta þá líklega meiri sveigrúms til atvinnuþátttöku. Og það spurning hvort að mjúkugildin sé að koma inn meira heldur en áður. Og rannsókn Gerðar Bjarnadóttur og Guðnýjar Guðbjörns frá 2011 þykir sýna þetta. Í þessum nýjustu lögum frá 2020 þá eiga foreldrar sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs í alltaf 6 mánuði, hvort sig vegna fæðingar, frumættleiðingar eða töku barns í varanlegt fósturs. Foreldri svo heimilt samkvæmt lögunum til að framselja 6 vikur af sjálfstæða rétti sínum til hins foreldrisins. Og í rannsóknin kom ljós að svör kynjanna voru marktækt ólíkt og það virðist vera munur á viðhorfum þeirra til að brjóta upp við hefðbundna kynjamönstur. Samkvæmt rannsókn þeirra Gerðar og Guðnýjar þá eru strákar íhaldsamari með að brjóta upp þessi gömlu gildi. En til dæmis það voru tæplega 40% stráka á framhaldsskólastigi ólíklegri til að leyfa litla bróður sínum að leika sem við dúkku en einungis 7 stelpur á sama aldri myndu aftur á mót 7% á sama aldri stelpur myndu banna litla bróður sínum að leika með dúkku. Og það hefur líka komið í ljós að þegar við erum að tala þessa framselda réttin að þá virðast karlmenn eða feðurnir frekar framselja réttin til mæðranna og það ýmislegt sem getur komið til þess að það getur verið að þeir eru almennt á hærri launum þannig að það getur verið að það spili mjög líklega, spila það þar inn í en þetta allt hlutir sem hafa áhrif. Erlendar rannsóknir á kynjaskiptri kennslu, við höfum ekkert haft margar rannsóknir hér á Íslandi. Það eru helst Guðný Guðbjörns og félagar sem hafa verið að gera eitthvað svona fram að þessu, en þetta ekkert mjög margar rannsóknir. Erlendis hafa verið gerðar fjöldamargar hins vegar og í fleiri áratugi. Og þar hefur verið talað þessa duldu námskrá og að kennarar virðist tala á mismunandi hátt til nemanda eftir kyni. Þannig segja niðurstöður eldri rannsókna, til dæmis í Englandi og í Danmörku, að stúlkur sem hafa stundað nám í kvennaskólum þær hafa öðruvísi sjálfsmynd, öðruvísi afstöðu til vinnu utan heimilisins og meiri
seinna meir betri hæfileika til að halda stöðu sín á vinnumarkaði heldur stúlkur sem hafa stundað nám í skóla fyrir bæði kynin. Yfirleitt var framferði stúlkna frá kvennaskólunum síður bundið hefðbundinni kvennímynd og í starfi stóðu þessi betur en hinar og samanburður var gerður á nemendum úr sömu þjóðfélagsstétt sem náttúrulega mikilvægt, hann að þessi ekki verið að hoppa á milli þjóðfélagsstiga. Síðustu áratuguna hefur því verið bent á hugsanlega nýja leið í starfsháttum skólana, til dæmis að skipta nemendum eftir kyni í sömu greinum eða skipta þeim tímabundið í bekki eða hóp eftir kyni og það skýrt tekið fram að það ekki verið að tala drengjaskóla eða stúlknaskóla, heldur einungis ákveðin fög sem væru kynjaskipt. Valdahlutföll milli kynjanna hluti af dulinni námskrá. Dulda námskrá allt það sem nemendur læra í skólan óbeinan hátt, þar sem þeir sjá og það hvergi tekið fram að þeir kenna. Til dæmis þetta öll samskipti, kennar og nemenda, hvernig það tekur á sig ýmsa myndir, sömuleiðis viðhorf og kennsluaðferðir kennara og framkoma. Allt þetta hefur mótandi áhrif á viðhorfi nemenda og samskipta þeirra innbyrðis og við aðra. Og þannig læra nemendum margt óbeint oft ómeðvitað. Strákar fá til dæmis meiri athygli á neikvæða hegðun heldur en stúlkur. Og þeir fá meiri athygli frá kennaranum og þetta það sem þau sjá, þetta það sem þeir kallar þessi dulda námskrá. Hjallastefnan íslensk stefna, eins og flesti þekkja, og þar fer starfið dálítið öðruvísi fram heldur en svona í venjulegum hefðbundnum leikskólum og skólum, grunnskólum. Það sem flestir þekkja að það sé kynskipt skólastarfið og það eru skólaföt. Þetta það sem flestir þekkja. Fólk kynnir sér ofta ekkert meira út á hvað þetta gengur. En það mjög margt sem þarna í gangi. Það til dæmis ekki talað bekki heldur kjarna. En þessi kjarnar eru þá vinnustæði barnanna. Hver kjarn sjálfstæð eining þar sem starfsfólki sinnir flestum málum án aðkomu stjórnenda skólana. Meginreglur hjallastefnunnar eru 6 og settar upp í forgangsröð og það markmiðið að byggja upp jákvæða og kærleiksríka skólamenningu sem leggur sitt af mörkum til samfélagsins. Kynjaskipting var viðhöfð frá upphafi en hún álitið ein leið að því markmiði að bæði kynin njóti sín til fulls og öðlist styrk til að starfa saman í samfélagi þar sem jafnrétti ríkir og bæði kynin bera virðingu hvort fyrir öðru. Stofurnar í látlausum, mildum litum, engar myndir á veggjunum nema teikningar og málverk barnanna sem hanga á sérstakri töflu og oft skipt út. Andrúmsloftið hljóðlátt, hvorki nemendunni kennarar hrópa upp eða brýna röddina. Það mikil áhersla lögð á að öll leikföng séu þau ekki keypt og ekki á plasti. Þetta allt verið að vinna með náttúrulega efni og það samskipti við náttúruna, kennsluumhverfið og allt það þetta reynt að hafa, vera í samstarfi við þannig að þau geti nýtt náttúruna líka. Þannig það áhugavert að kynna sér hvað þarna fer fram. Flest höfum nú heyrt þriðjuvaktina. Það búið að tala hana alveg óendanlega og fólk getur þrætt alveg út í það óendanlega lent bara í hatrumum deilum þegar þetta kemur upp. Þriðja vaktin eins konar framkvæmd, það sá sem stendur hana eins konar framkvæmdastjóri heimilisins, hefur yfirumsjón með verkstýringu og allt gangi smurt í hinu daglega lífi. Og allar kannanir á hlutverkaskiptingu kynjanna á heimilum, á vinnustöðum og í störfum hér á landi sýna svipaða mynd. Karlmenn hafa mun meiri völd og betri laun víðast hvar í þjóðfélaginu heldur en konur og flestir karlmenn sinna uppeldi barna sinna og heimilistörfum alls ekki til jafns við konur og takið eftir, flestir karlmenn. Við erum ekki að tala alla. Margar konur vinna tvöfalda vinnu og fáar konur sjá sér því fært að taka þátt í félagsstörfum og stjórnmálum eða hafa áhrif á mótun þjóðfélagsins og annað þátt og allar opinberar skýrslur sýna þetta. Sá aðili sem man eftir tannlæknatímum að enginn gleymi sundfötunum heima, minnir á að bursta tennurnar, kaupa afmælisgjöf handa sig og frænku og svo framvegis, þetta þriðja vaktin. Rannsóknir sýna að konur standa þriðju vaktina að mestu leyti einar og svo byrði sem fylgir því að vera vaktina allan sólarhringina, allan ársins hring hefur mikið og vanmetið álag í för með sér, því þriðju vaktinni líkur aldrei. Við förum í vinnuna, það fyrsta vaktin, þar til við komum heim og tókum heimilistörfin, það önnur vaktin og síðan það þriðju vaktin, það þetta utanumhald. Passa að allir séu sóttir og keyrðir og fara með alla og það fundi sem þarf að fara
að þetta þriðja vaktin. Og hver vill hvað í afmælisgjöf og allt það og passa að þegar það afmæli í bekknum að þessi fari með pening í skólan eða hvernig sem það er. Menntun karla og kvenna og launamunur. Í dag það svo að á Íslandi ljúka fleiri konur framhaldsmenntun og háskólamöntun heldur en karlar en það virðist hins vegar ekki skila sér í hærri launum. Og þegar þessi þróun hefur staðið í mjög mörg ár og hún hlýtur að vekja upp spurningar sem skipta bæði kynin máli. Þegar heildarlaun eru skoðuð fyrir árið 2021 þá eru þau að meðaltali 823.000 hjá fólki í fullu starfi og var tæplega fjórðungum með heildarlaun undir 600.000. Þá var tæplega helmingur karla með heildarlaun yfir 800.000 en það sama mátti við tæplega þriðjung kvenna. Helmingur karla, þriðjungur kvenna var með heildarlaun yfir 800. Að jafnaði voru karlar í fullu starfi með fleiri greiddar vinnustundir en konur í fullu starfi og voru greiddar stundir að baki heildarlaun karla meðaltali 180,7 en greiddar stundir kvenna rétt 174. Þannig þeir eru með fleiri greiddar stundir og það muna eflaust koma út frá því að þær taka síður aukavinnu vegna þess að það verður eitthvað að fara heim og keyra og skutla og allt það og sá sem er á hærri launum sem yfirleitt karlinn að hann vinnur þá meira. Stjórnmálaþátttaka. Konum hefur fjölgað á Alþingi síðastliðin ár og konur hafa sótt fram á vettvangi síðan það hlutu kosningarétt og kjörgengi árið 1915 og á alþingiskosningunum árið 2016 náðu 30 konur kjöri og var það hlutfall kvenna á þingi 47,6%. Þetta nærði því jafnt hjá okkur þegar við erum að tala Alþingi. Það hefði aldrei fleiri konur náðu kjöri á alþingiskosningum en það ár og það sama gerist aftur 2021 þegar sami fjöldi hlaut kosningu. Eftir þær kosningu sátu í ríkisstjórn 5 konur af 12 ráðherrum samtals og kona var forsætisráðherra. Ekki verður á móti því mælt að það er og verður alltaf af augljósum ástæðum öðruvísi að vera kona en karl þótt kynin njóti jafnra stöðu í þjóðfélaginu. Reynsla kvenna verður alltaf öðruvísi en karla og kynímyndin er sterkur þáttur af sjálfsmyndinni. Hvað þá þegar fólk skilgreinir sig utan hinnar hefðbundnu kynjaskiptingar? Það er ekki hægt að deila þetta. Markmiðið er hins vegar að allir njóti sín hver á sinn hátt, allir hafi jafnan rétt til menntunar, starfa, stjórnunar og áhrifa í þjóðfélaginu og virði hvert annað. Lýðræðis þjóðskipulag gerir ráð fyrir þessu með lögum en raunveruleikin er öðruvísi og breytist ekki fyrir viðhorf fjöldans breytist. Að karlar taka að sér uppeldi barna sinna og sinni heimilistörfum til jafns við konur og þær fá meiri áhrif á þróun samfélagsins og mjúku gildin fái þannig almennt meira vægi í lífi allra. Það er það sem þetta snýst svolítið að við fáum öll sömu tækifæri. Kaflinn þessi er mjög áhugaverður og mjög skemmtilegur. Ég hvet ykkur til að lesa hann svolítið vel því að það er bara margt þar sem að er áhugavert. En ég ætla ekki að tala meira um þetta núna, þetta var bara svona stiklað á stóru. Takk fyrir.